Daginn. Alexandra heiti ég og ég ætla ekki að kosta mér núna í prófkjöri Pírata í Reykjavík. Ég er búinn að búa í Reykjavík alla ævi, fyrst í Breiðholti, svo aðeins niður í bæ og svo aftur í Breiðholti. Svo er ég búinn að vera, takast á við svona ýmislegt í mínu lífi og finnst ég vera loksins að ná því svona almennilega á rétta braut síðastu kannski 1-2 árin. En ég er sem sagt búinn að vera með ADHD og ég er trans og ég svona, hvað sem það mætti kalla eitthvað sem var svona einhvers konar þunglindi. En það er allt saman í miklum bata og hvað segir maður, þegar ég er farin að taka í alvörunni á mínum málum þá er þetta alltaf uppleið. Og ég er búinn að vera í Pírötum núna síðan 2013 og svona fyrsta alvöru embætti sem ég tók var í stjórn Pírata í Reykjavík og ég var þar í 2 ár. Svo sem sagt ákvað ég að sleppa því og vera ekki lengur en 2 og gefa frekar kosta mér í þessum borgarstjórnarkosningum. Svo komu óvæntar alþingiskosningar þar á milli og þá svona auðvitað kitlaði mér að bjóða mér fram það líka en nei, ég var búinn að ákveða þetta og ég var svona búinn að pæla svolítið mikið í borgarmálunum þannig að ég bara stóð við það og svo er af því að ég var þá ekki í prófkjörinu í alþingiskosningunum þá var ég ráðinn til að sjá prófkjörið og sjálfboðastarfið fyrir hönd kosningastjórnarinnar. Ég hefði fyrst verið skipuð sem sagt kjördæmisfulltrúi fyrir Reykjavík norður og sá svona svolítið utanumhaldið í Reykjavík fyrst og svo svona í rauninni ábyrgð á að öllum prófkjörum eða öllum listum væri rétt skilað og öllum undirskriftum fyrir hönd kosningastjórnarinnar. Svo þar svona uppgötvaði ég líka bara hvað ég hafði gaman af þessu. Bara öll samskipti við fólkið og þetta var alveg erfitt en mér finnst þetta líka gaman. Þetta er gott fólk og þetta er spennandi og þetta er fjölbreytt og ég vil gera meira svona. Þarna ákvað ég að ég ætlaði að gera þetta. Og já, það sem ég brenn fyrir í Reykjavík er náttúrulega fyrst og fremst það eru mannréttindamál og það eru lýðræðismál. En svona upp á síðkastið þá hef ég verið að setja mig meira inn í innflytjendamálin og skipulagsmálin og mér þykja hvort tveggja mjög mikilvæg og mjög svona af sikur ástæðinni. Innflytjendamál eru þannig að við vitum alveg hvar við stöndum í þeim málum. Við erum fjölmenningaflokkur og stundum hefur mér jafnvel liðið eins og það sé næstuð í leyndarmál eins og hinir þurfa að saka okkur það og við erum eitthvað svona já, en við erum ekki að tala um það fyrra bragði. Af hverju tölum við ekki um það fyrra bragði? Við viljum hafa alla með. Við viljum að allir geti haft aðkomu að ákvörðunum sem þá varðar. Við viljum ef við sjáum frétt eins og að kosningaþátttaka innflytjenda það væri hríðlækkandi þá finnst okkur það slæmt. Við viljum gera eitthvað í því. Þannig að ég vilja pæla í þessu. Ég vilja gera meira í þeim málaflokki. Ég vil efla mannréttindaráð, ég vil efla fjölmenningaráð, ég vil efla umboðsmann borgarbúa og ég vil að þau hafi fjármagn til þess að kynna sig og geta kynnt sig forvirt eða framvirt svo að fólk viti hvað þau eru að gera, hvernig er þetta að leita til þeirra. Og já, ég trúi líka á grenndarstjórnun. Mér finnst það mikilvægt. Það er eitthvað sem við verðum að hafa í huga hérna í Reykjavík. Bæði að valdefla hverfisráðin og líka að valdefla borgina. Svona þessi skýrt hvað er hvar og þannig að hlutum sé stjórnað þar sem það er næst þeim sem það hefur áhrif á. Mér finnst það mikilvægt. Já, ég hugsa að ég sé svona nokkurn veginn búinn. Ég vona að þið fylgist vel með prófkjörinu og skoði hverjir eru í framboði og bara já, ég tek hvaða sæti þið setjum í.